Þá upptakan farin í gang. Árið 1989 þá stofna G7-ríkin svokölluðu FATF eða Financial Action Task Force. Tilgangur þess var að samræma löggjöf aðildarríkja og samræma reglur og aðgerðir aðildarríkja gagnvart peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Og allt sem ég tala í dag að það á jafnt við peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, enda þetta keimlíkt að öðru leyti en því að fjármögnun hryðjuverka getur náttúrulega verið af lögmætum uppruna. Ísland gekk í FATF árið 1991. FATF þegar það voru stofnaðir 1989 þá gáður út 40 tilmæli sem síðan þá hafa bæst við 9 og raun og veru þetta grundvöllur að bæði tilskipunum Evrópusambandsins og lögunum hér á landi. Samtals hefur Evrópusambandið gefið út 5 tilskipanir sem varða peningaþvætti. Það kannski flestir inni sem vita það, en löggjöfin tvískipt. Annars vegar refsiviðurlög í 264 grein almennra hegningarlaga og hins vegar eru lög nr. 140/2018 og þær varða einungis aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þetta er svona varnir. Löggjöfin hefur breyst mikið síðan hún var fyrst innleidd 1993. Í upphæði beindist þetta aðlaga gegn frumbrotum fíkniefnaágóða. Síðan komu öll hegningarlagabrotin og að lokum eru núna bara öll brot sem getur orðið frumbrot. Markmið þessara laga, sem eru núna 140/2018, tók gildi núna 1. janúar, það er raun og veru að þar sem líkur á því að einhver starfsemi sé misnotuð við þvættun á fé, er að þessi tilkynningaskyldur aðilar svokölluðu að þeir þekki sína kúnna, þekki þá það vel að þeir tilkynni grunsamlega hegðun eða viðskipti til lögreglu. Það sem ég ætla að fara yfir í dag, og við ætlum ekki að passa að ekki vera mjög lengi því að það er svona nánast föstudagur í dag. Við ætlum að fara yfir áhættumat Íslands, við ætlum að fara yfir áhættumat samkvæmt 5. grein lagana, við ætlum að fara yfir áreiðanleikakönnun, aðeins í raunverulegan eiganda, eftirlit ríkisskattstjóra, þvingunarúrræði og viðurlög og svokölluð hættumerki og váþætti, alþjóðlega þvingunaraðgerðir og rannsóknar og tilkynningarskyldu, en skrifstofa fjármálagreiningar lögreglu mun sjá þann þátt. Þá spurningin, hvers vegna áhættumat Íslands? Í fyrsta lagi þá það samkvæmt lögum á vegum ríkislögreglustjóra, en í raun og veru var það stýrihópur dómsmálaráðuneytisins sem sá að útbúa það. Þetta fyrsta áhættumat, og eins og ykkar þá þarf að gera það á 2 ára fresti eða oftar og það verður á forræði ríkislögreglustjóra héðan í frá. En það er skylda að gera þetta áhættumat samkvæmt 4. peningaþvættistilskipuninni og svo 4. grein lagana. Þetta áhættumat Íslands, þá notast við ykkar áhættumat. Og þá notast líka við áhættumiðað eftirlitsaðila. Markmið með þessu áhættumati að komast að hvar áhætta eða hætta á peningaþvætti og hvar hún minni. En eftirlit bæði ykkar og okkar á að vera áhættumiðað. Og þegar ég segi ykkar, þá þetta svolítið svona, hvað ég segja, þetta ykkur stjórnunarlög eða þrep. Það er að segja, ef við myndum horfa FATF efst og svo kemur ESB, svo kemur Ísland, svo koma eftirlitsaðilar og stýrihópurinn, þá eru þið hluti af þessu regluverki og þið ekki bara hluti af þessu, þið líklega mikilvægasti hlutin. Og án ykkar þá náttúrulega verður tilgangi lagan ekki náð. En
hvernig var komist að niðurstöðunni áhættu Íslands? Það búið að fara fram ítarleg vinna síðan síðastliðið vor. Það hafa verið, einhverjir ykkar hafa fengið spurningarlista. Það hafa fengið upplýsingar frá lögreglu, héraðssaksóknara, skattrannsóknarstjóra, ríkisskattstjóra, skrifstofa fjármálagreiningar lögreglu og fleiri aðilum. Þessar upplýsingar hafa verið teknar saman og fundin út áhætta fyrir ýmsu markaði. Og þá notum við viðurkennd aðferðafræði, bæði sem samkvæmt FATF og sem að ESB notar. En áhættuflokkarnir sem Ísland notar eru 4. Þeir þurfi ekkert að vera 4, þeir geta alveg eins verið fleiri. En það eina sem er bent á í áhættumati ESB að hafa það ekki 8-tölu, því að það leikni einstaklinga í að leita í miðjuna þegar 8-tölu ræða. Þannig að það lítil áhætta, miðlungsáhætta og veruleg áhætta og svo mikil áhætta. Þetta fer raun og veru eftir hvort að það sé erfitt eða ekki að misnota viðkomandi markað og raun og veru hvort að þessi aðferð hafi einhvern tíma verið notuð samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. En niðurstaða ríkislögreglustjóra eða í þessu fyrsta áhættumati er að áhætta og peningaþvætti við þjónustu lögmanna er talið mikil. Það sem hefur skiptið máli er að þetta áhættusöm og flókin verkefni. Lögmenn hafa tekið þátt í að stofna aflandsfélög. Þeir taka þátt í að stofna fyrirtæki. Þeir eru jafnvel með fyrirsvar fyrir fyrirtæki í eigu viðskiptamanna. Það eru dæmi að þjónusta lögmanna hafi verið misnotuð. Það skortur áhættuvitund. Lögmenn eru ekki að tilkynna mikið grun peningaþvætti til skrifstofu fjármálagreiningar og lögreglu. Viðskiptamenn þeirra eru í hærri áhættuflokki heldur en viðskiptamenn í mörgum öðrum greinum. Það skortur á fræðslu. Þegar ég segja skort á fræðslu, það er ekki að tala lögmannafélagi Íslands, heldur ég að tala skort á fræðslu frá ríkinu til ykkar. Og það er einmitt þess vegna til dæmis sem við erum hérna í dag að eiga þetta samtal. Svo skortur og svörum frá lögmönnum við spurningalista varðandi peningaþvætti. En það sem á vanna móti þessu áhættumati er að það eru gríðarlega ríkar hæfniskröfur gerðar til lögmanna. Bara raunverulega siðareglur og annað lagareglur. Og það er mikið eftir til lögmannafélaginu bæði með fjárreiðum og svo þessar siðareglur. Niðurstaða fasteignasala var að þeir eru í næsta flokki fyrir neðan. Það sem skipti máli var að umfangið er mikið, bæði hvað varðar fjölda og fjárhæðir. Fasteignaviðskipti hafa verið notuð til þess að þvætta fé. Raunverulega þarf ekki mikla sérfræðiþekkingu af hálfu þess sem er að þvætta til þess að nota fasteignaviðskipti. Það eru mjög mörg dæmi greiðslu kaupverðs með reiðufé. Engar tilkynningar frá félagsmönnum fasteignasala til skrifstofu fjármálagreiningar og lögreglu. Það horfir væntanlega til betri vegar. Og það er mjög mörg dæmi það að félög sem nota sem kaupandi eða seljandi í fasteignaviðskiptum. En það sem náttúrulega vinnur á móti bara svipað eins og með lögmenn. Það er í raun það er lögbundið eftirlit bæði að hálfu sýslumanns og svo sjálfstæðara stjórnsýslunefndar. Og það er öll skjalavinnsla er rekjanleg. Það er hægt að skoða öll gögn á bak við fasteignasamninga og annað slíkt. Áhættumat samkvæmt 5. grein, það er að segja áhættumat tilkynningarskyldra aðila. Samkvæmt þessari grein þá þurfa allir tilkynningarskyldir aðilar að gera áhættumat á rekstri sínum. Þetta mat á að innihalda skriflega greiningu mat á áhættu. Þið skuli meta, þá eru viðskiptamenn, vöruþjónustu, dreifingarleiðir og landfræðilega áhættu. Þegar ég tala dreifingarleiðir þá er það hvernig viðskiptavinurinn hann hittið hann bara face to face eða eru það í samskipti við hann í síma eða gegnum Skype eða annað slíkt.
þið þurfa að nota áhættumat ríkislögreglustjóra til þess að vinna ykkar áhættumat. Það eru undantekning frá því að gera áhættumat. Ef að er að ræða skýra og þekkta áhættu þætti í starfseminni, þegar er að ræða áhættumat Íslands sýnir þessa háa flokka mikil og verulegt, þá eru litla líkur á því að slíkt verði samþykkt, en eftirlitsaðilar taka á móti slíkum umsóknum. En ég bendi á það að þetta getur falið í sér tvöfalda vinnu. Þegar þið sækið og þið þurfa að gera það ítarlega og með góðum rökum, að svo fáið þið kannski höfnun og þá þurfið þið engu síður að vinna áhættumat. En eins og hann Gretar veit að þá er ykkar, þið er talað um fasteignasala, þetta er svona einsleitt starfsemi og örugglega í mörgum tilfellum þá er svipað áhættumat sem geti dugað fyrir svona litlar fasteignasölur með bara svo kannski litlum breytingum. Þannig að Gretar hefur verið að vinna að áhættumati sem að fasteignasala ættu að geta nýtt sér. Enda á þetta að vera í samræmi við stærð og eðli umfang starfsemi. Það er ekki sama áhættumat hjá einyrkja í lögmennsku og stóri lögmannsstofu. Að auki, já, þetta þarf að uppfærast á 2 ára fresti eða oftar eftir þörfum. Og þegar við segjum eftir þörfum, þá getur verið að þið bjóðu upp á nýja þjónustu eða viðskiptavinir sem að hafa landfræðilega áhættu, erlendi viðskiptavinir kom inn eitthvað slíkt, að þá þarf að uppfæra áhættumatið oftar. Tilkynningarskyldir aðilar skulu einnig hafa skjalfesta stefnu, stýringar og verkferla til að draga úr áhættu sem stafar á hættu af peningaþvætti. Hún á að innihalda hvernig þið uppfæri ferlana, hvað aðferðir þið hafið til þess að draga úr og milda áhættu, hvernig þið farið með tilkynningar grunnstæðlega viðskipti, hvernig innra eftirlit ykkar er, hvernig fer með tilnefningu ábyrgðarmanns, hver ábyrgðarmaður, en allir tilkynningarskyldir aðilar eiga að senda skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu ábyrgðarmann og viðkomandi eftirlitsaðila. En eins og allt annað í lögunum er þetta að teknu tilliti til stærðar og umfang rekstrar. Og þið verða að hafa það í huga að það er ekki verið að fá fram á sömu vinnu af einhverjum Jóa Gullmið sem er einn á Laugaveginum eða einhverju risa lögmannsstofu. Hvað varðar áreiðanleikakönnun, þá eru þeir aðilar sem að það hafa gerð breyting á lögunum. Það var þannig í þágildandi lögum að tilkynningarskyldur aðili skyldi gera kröfu að viðskiptamaður sanna á sér deili. Þið þekkið þetta þegar þið farið í banka, skrifið undir svona KYC eða að stofna nýjan bankareikning eyðublað. Og áður fyrir var en núna kemur það inn að það er raunverulega óheimilt að eiga í nafnlausum viðskiptum. Það var raunverulega ekki sagt áður. Það er að segja þeir aðilar sem eru undir A til K liði lagana. Það eru síðasti liðun K-liður eru stafræn veski, svo koma lögmenn inn sem M og L, þannig að þið fallið ekki undir þetta ákvæði, en þið fallið undir þetta ákvæði. Það er óheimilt að taka þátt eða stuðla að viðskiptum sem ætlað að dylja raunverulegt eignarhald. Það sem að hvernig áreiðanleikakönnun er framkvæmd, það er talað um svokallaða einfalda og aukna áreiðanleikakönnun. Þetta var í gömlu lögunum en öðruvísi. Það var talað um það að það mætti framkvæma einfalda þegar var að ræða, ríkisstjórn eða einhver svona aðili sem að er bara potthittur. En
grundvallarbreytingin í þessu nýju lögum er að í dag er miðast við áhættumat. Þannig ef áhættumat sýnir fram á litla áhættu, þá er tilkynningarskyldum aðilum heimilt að framkvæma einfalda áreiðanleikakönnun. Og í samræmi við áhættumatið og reglugerð áreiðanleikakönnun. En hún er inn á samráðsgáttinni í dag. Hún er að leiðinni, afsakið, það er áhættumatið sem er komið inn á samráðsgáttina. Þrátt fyrir að þið eigi að framkvæma samkvæmt ykkar áhættumati, einfalda áreiðanleikakönnun, þá á að vera fullnægjandi eftirlit með viðskiptamönnum og samningssamböndum við þá til þess að geta greint bara svona óvenjulegar og grunsamlegar færslur. Og hvað er óvenjuleg og grunsamleg færsla? Það er bara opið. Það er náttúrulega eitthvað sem að þið þekki miklu betur í ykkar rekstri heldur en við, en að kíkja kannski á þessa áhættu þætti, það hjálpar kannski til við að hugsa hvað getur verið grunsamlegt. En áreiðanleikakönnun skal kanna við upphaf viðvarandi samningssambands og það er skýrt þannig í lögunum, það er önnur viðskipti en einskiptisviðskipti. Þegar er að ræða einstök viðskipti yfir 15.000 evrur og þegar er að ræða viðskipti, þegar er að kaupa vörum og þjónustu yfir 10.000 evrur þegar greitt með reiðufé. Og svo millifærslu fjármuna yfir 1.000 evrur, það skiptir ekki máli hvort að þessi millifærsla sé innanlands eða utanlands. Og svo þegar þetta á við bara þá aðilar sem falla undir S-lið 1. málsgrein 2. greinar lagana, það er þegar útgreiðsla vinninga að fjárhæð 2.000 evrur eða meira. Og í þessu tilvikum, þegar að ræða þessi 15.000 evrur, 10.000 evrur og 2.000 evrur, þá er þetta ekki bara akkurat 2.000 evrur og akkurat 10.000 evrur og 15.000 evrur. Þetta getur verið fjöldi viðskipta sem tengjast. Það er að segja, og það er náttúrulega lagt svolítið í ykkar mat hvort að viðskipti tengist. Það er náttúrulega ekki dæmi komið hér á landi, en í Danmörku er dæmi sem er að fara fyrir Hæstarétt þar. Þá var aðili sem að kaupir bíl, í Danmörku er þetta 5.000 evrur, ekki 10.000. Og það er bara raunverulega bann þar við að versla með reiðufé yfir 5.000 evrur. Hann kaupir bíl á 3.000 evrur hjá A. Hann fer svo til annars bílasala og ætlar að kaupa á 3.000 evrur. Honum er neitað, þá fer hann aftur til upprunalega bílasalans og fær að kaupa bíl á 3.000 evrur samtals fyrir 6.000 evrur. Héraðsdómur sagði að þessi viðskipti tengdust. Landsréttur hafnaði því og þetta máli er að fara fyrir Hæstarétt þar. En það er alveg klárt í mínum huga að ef að hann hefði farið í banka og keypt gjaldeyri fyrir 3.000 evrur og svo komið aftur að kaupa gjaldeyri, þá hefði það talið verið tengjast. Þannig að það er bara spennandi að vita hvað kemur út úr þessu máli. Og svo er þegar að grunur leikur peningaþvætti og þegar vafi leikur á að fyrirliggjandi upplýsingar viðskiptamanni eða raunverulega eiganda sér bara nægjanlegar, áreiðanlegar. Tíunda greinin fjallar könnun á áreiðanleika upplýsinga. Tilkynningarskyldir aðilar skulu gera kröfu það að einstaklingar sanni á sér deili með framvísun persónuskilríkja. Og er að ræða lögaðila, þá þurfa þeir að hafa upplýsingar til dæmis frá fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og hann skal ávallt fullnægjandi upplýsingar viðskiptamann og raunverulega eiganda og sannreyna upplýsingar. Það er kannski á meira við ef er að ræða erlend skilríki og annað slíkt, en það eru til vefsíður sem að Europol er með og fleiri aðilar til þess að geta sannreynt hvort það skilríki séu fölsuð ekki, og ef að fólk er í vafa þá er alltaf hægt að hafa samband við héraðssaksóknara eða skrifstofu fjármálagreiningu lögreglu. Samkvæmt 2. málsgrein 10. þá skal afla fullnægjandi upplýsinga viðskiptamann og 3. málsgrein á þetta vera skal leggja mat á tilgang og eðli viðskiptamanns og samkvæmt 4. málsgrein skal hafa reglubundið eftirlit með viðskiptamanni.
og 5. málsgrein þá skal koma staði hvort að viðskipti fari fram í þágu þriðja aðila og koma staði hver hann og í 10. málsgrein 10. greinar þá segir að áreiðanleika skal gera á öllum nýjum viðskiptavinnum en ef við ræða viðskiptamenn sem að þið voru með áður þá eigi þið að kanna áreiðanleika upplýsinga þá viðskiptamenn. En sé ekki, eða hefur ekki, ef það ekki verið hægt að framkvæma áreiðanleikann eða viðkomandi bara neitar ekki upplýsingar eða annað slíkt, þá óheimilt að stofna til viðskipta eða viðskiptasambands. Það undantekning frá áreiðanleikakönnun og þá vil ég segja að það undantekning að þegar að viðskipti til að koma í veg fyrir að viðskipti eigi sér ekki stað þá leyfilegt þegar litla áhættu að ræða að framkvæma viðskiptin en þá þarf að framkvæma áreiðanleikakönnun eftir á og það þarf að gerast bara mjög fljótlega. Tilkynningarskyldir aðilar, þið eigið að beita svokallar aukin áreiðanleikakönnun þegar að ræða fyrsta lagi áhættumatið ykkar eða áhættumat samkvæmt 4. greininni sýnir fram á mikla áhættu. Þá á að gera aukna áreiðanleikakönnun en líka þegar að ræða viðskipti við einstaklinga lögaðila eða sambærilega aðila sem staðsettur í áhættusömu eða ósamvinnuþýðu ríki. Ef að ræða tilvik samkvæmt 14. til 17. grein, 14. grein bara nánari útskýring á hvernig þið hafa ykkur ef að ræða slíkan aðila frá áhættusömu eða ósamvinnuþýðu ríki. 15. greinin fjallar viðskipti við landamæri og 16. greinin fjallar viðskipti við skelbanka en samkvæmt lögunum þá óheimilt að eiga í viðskipti við slíka banka og óheimilt að eiga viðskipti við viðskiptamann ef að hann nýtir sér skelbanka. Og 17. greinin hún fjallar pólitísk tengsl. Það enn önnur breytingin á lögunum að það búið að útvíkka þetta hugtak pólitísk tengsl. Þannig að þetta líka nákvæmir aðilar við þá sem við pólitíkusa og þetta líka opinberir starfsmenn í háum stöðum. Þetta til dæmis hæstaréttardómarar. Og þetta getur verið framkvæmdastjóri í stjórnmálaflokki og annað slíkt. En þetta þessi áhættusömu ríki eins og listinn bara var í síðustu viku. Þetta annars vegar ríki sem FATF hefur skilgreint og svo hins vegar ESB. Og ástæðan fyrir því að þessi listi hann birtur á þessum heimasíðum en það svolítið erfitt að átta sig á þessum lista af því að þessar þetta innleitt með reglugerð og reglugerðin getur komið breytingar reglugerð sem neðst og þá talað það að þessi búið hætta við þetta þannig að þetta Norður-Kóreu. En það hægt að nálgast þessa lista, svona nánast nýjustu listana á heimasíðum bæði á utanríkisráðuneytinu og svo bara á dómsmálaráðuneytinu. En aukin áreiðanleikakönnun felur í sér að það afla aukinna upplýsinga viðskiptamann, tilgang og eðli viðskiptasambands, afla upplýsinga uppruna fjármuna, uppruna auðs og þið spyrir bara hvernig þið að fara að því það bara þá að spyrja viðskiptamenn biðja hann að koma með skattframtal eða annað slíkt. Það aukið eftirlit, það fleiri úttektir ykkar á slíkum viðskiptamanni og ræða viðskipti yfir landamæri þá þarf að afla fullnægjandi upplýsingar það land, hvernig varnir gagnvart AML í því landi. Í þessar áreiðanleikakönnun ykkar felst svona rannsóknarskylda. Því að staðfesta allar þær upplýsingar sem þið fáið, staðfesta skjöl, opinberskrár og annað slíkt. Vissulega, og þá erum við að tala til dæmis viðurkennd skilríki. Á Íslandi þetta nafnskírteini
gamla nafnskírteini, þetta er ökuskírteini og svo er þetta vegabréf. Og það þarf að kanna öll þessi gögn og leggja sjálfstætt mat á þau. Og ef ekki tekst að finna til þess raunverulega eiganda af félagi, er mikilvægt að tilkynningarskyldir aðilar sýni fram að þeir reyndu það þó og hafi gripið til allar ráðstafana sem hægt var til þess að komast að hver raunverulega stjórnar félagi. En raunverulega eigandi, að það er gerður greinarmunur í lögunum á lagalegum eiganda og raunverulega eiganda. Lagalega eigandi er raunverulega sá sem er skráður eigandi fjármuna eða félags. Hann þarf þó ekki að vera raunverulega eigandi, enda sjá aðilar sér oft hag í því að leyna eignarhaldi sínu með því að koma með flókið net skúffufélaga. Það er eitt sem ég kannski gleymd að minnast á, er að bakgrunninn bak við þessi lög eru 4. og 5. tilskipun Evrópusambandsins, og í 5. tilskipuninni þá er hún sérstaklega innleidd út af Panama-skjölunum, og þannig að það er þess vegna sem er lögð mikil áhersla á þetta. En raunverulega eigandi er einstaklingur sem raunverulega getur tekið ákvörðun eignir. Hann stýrir eign, hann stýrir fjármunum. Og í tilviki lögaðila þá er talað 25% eignarhlutdeild, en það náttúrulega á ekki við þegar við erum að ræða skráð félög. Og eins og ég sagði á hann, þegar er ræða tilvik þar sem ekki er ljóst að framleiðum gögnum hver er endanlegur móttakandi eða hver er raunverulega eigandi, þá á að krefjast aukinna gagna. Tilkynningarskyldur aðili á að meta með sjálfstæðum hætti hvort upplýsingar hinn raunverulega eigandi séu réttar og fullnægjandi. Hann þarf að skilja eignarhald og starfsemi viðskiptavina sína. Það er, eins og ég sagði hann, það er reglugerð áreiðanlega könnun, hún er núna væntanleg inn á samráðsgátt. Það er frumvarp til laga skráningu raunverulega eiganda. Það er búið að fara gegnum 1. umræðu og er fast hjá efnahags- og viðskiptanefnd, eins og flest annað í dag. Með því er verið að innleiða 30. og 31. grein tilskipunar Evrópusambandsins, það er að segja hana peningaþvættistilskipunar nr. 4, og það er verið að bregðast við athugasemdum frá FATF. En niðurstöður af vinnuhóp sem kom hingað í úttekt 2017 til að skoða stöðumála í Íslandi kom með athugasemdir varðandi upplýsingar raunverulega eiganda. Samkvæmt þessum lögum þá eiga allir lögaðilar að tilkynna raunverulega eiganda til fyrirtækjaskrár. Ég held að það sé miðað við 1. janúar 2020 sem að minnir það. Og þannig að fyrirtækjaskráin verður þá bara aukið við fyrirtækjaskráin hjá ríkisskattstjóra upplýsingar raunverulegt eignarhald. Eftirlit ríkisskattstjóra er í raunverulega með alla aðila sem eru undir L til S-lið 1. málsgrein 2. grein laga nr. 140 frá 2018. Það eru endurskoðendur, það eru lögmenn, það eru fasteignasalar, það eru leigumiðlar, listmunasalar, aðilar á sviði fjárvörslu, fyrirtækjaþjónustu og einstaklingar og lögaðilar sem eiga í viðskipti fyrir 10.000 evrur eða meira í reiðufé. Þetta getur verið gullsalar, þetta getur verið bílasalar, þetta getur verið sala atvinnutæki, þetta getur verið raunverulega reiðhjól getur farið yfir þetta, er kannski 1,4 miljón. Og svo er happdrætti og fjársafnanir, hvort sem að ræða tækifærishappdrætti eða happdrætti sem að byggja á lögum. Og hvað felst í þessu? Í tengslu við athuganir og eftirlit samkvæmt þessu lögum er einstaklingum, lögaðilum, opinberum aðilum, fjárvörslusjóðum, raunverulega öllum, skylt að láta eftirlitsaðilum án tafar allar nauðsynlegar upplýsingar, hvort sem að upplýsingarnar beinast að viðkomandi aðila eða annan aðila sem
sá aðili hefur upplýsingar Þetta gildir þó ekki lögmenn sem eru athuga lagalega stöðu skjólstæðing sína varðandi dómsmál, að gefa ráðgjöf varðandi dómsmál eru í dómsmáli. Það að segja ef að upplýsingar hafa bein tengsl við málið. Vegna starfa stinna þá getum við gert vettvangskannanir svo oft sem að við teljum þörf á. Við höfum raunverulega innleitt okkar eigin verklagsreglur að í megin þorra allra vettvangs eftirlita þá munið þið fá frest, væntanlega einhverjar 4 vikur, við munum kalla eftir gögnum og svo koma í vettvangskönnun. Við munum ekki koma að bara svona án fyrirvara, en það náttúrulega getur alveg komið upp á, til dæmis eða það verður einhver upplýsingar frá lögreglu eða annað slíkt. Í þessari vettvangskönnun eigum við að yfirfara áhættumati ykkar, athuga hvort að þið hafi fylgt í. Við eigum að fara yfir hvort að þið séu með einhverja þjálfunaráætlun, hvort að þið hafið verkferla, hvort að þið hafið stefnu og stýringu í þessum AML málaflokki. Og varðandi ég er búinn að koma inn á með lögmennina. Við eigum sem sagt að yfirfara þetta áhættumat og athuga hvort að það sé í lagi. Og eins og ég sagði þá munum við væntanlega kalla eftir því. Og samkvæmt lögunum þá höfðu tilkynningarskyldir aðilar frest til 1. júní til þess að útbúa slíkt áhættumat. Það er ekki þessar nánari leiðbeiningar er náttúrulega komin inn á samráðsgáttina, það er náttúrulega ekki búið að samþykkja þessa reglugerð. Þannig að vissulega verður eitthvað svigrúm gefið, en það verða að tekna stikkprófur í júní og þá verða það með fyrirvara. Þannig að segja, ef þið fá bréf í júní að þá fáið þið væntanlega 4 vikna frest til þess að skila því inn. Og það er náttúrulega tekið tillit til þess að þessi lagasetning var gerð í flýti og það er ekki búið að klára raunverulega áhættumatið, reglugerðin áhættumatið. Varðandi þvingunarúrræði og viðurlög, þá eru þetta mjög háar upphæðir og þetta er raunverulega hærri upphæðir heldur en í persónuverndartilskipuninni. Það er hægt að leggja dagsektir á tilkynningarskylda aðila og svo aðra aðila sem að raunverulega þess aðila sem við biðjum upplýsingar. Ef þeir hafa ekki sinnt því og eða tilkynningarskyldir aðila sinna ekki kröfum úrbætur innan frests. Dagsektirnar eru 10.000 krónur til 1 milljón á dag og svo eru stjórnvaldssektir fyrir þann aðila sem að brýtur gegn ákvæðum lagana, reglugerðum og reglum sem settar á þeirrum grundvelli. Það eru 5 til 800 milljónir fyrir þá sem að falla undir A til H-lið 1. málsgrein 2. greinar. Þið, hvorur ykkar hópur er þar undir? Þið eru undir I til S-lið, það er 500.000 til 500 milljónir. En svo eru upphæðirnar líka á einstakling. Það er 500.000 til 625 milljónir og svo 100.000 til 125 milljónir. Þetta eru náttúrulega gríðarlega háar fjárhæðir sem eru þarna á bakvið. Og ákvarðanir dagsettir og eru aðfararhæfar. Næst ætla ég aðeins að fjalla hættumerki. Og hvað er hættumerki? Það eru ýmsar aðferðir við að hættumerki sem eru þekktar við að þvætta fé. Það eru hægt að sjá út frá dómaframkvæmd, fræðiritum, í leiðbeiningum, svo er efni frá ESB og FATF sem þeir hafa gefið út. Það er raunverulega hvaða veikleikar eru til staðar í viðkomandi starfsemi og hversu mikil hætta er á því að hún sé misnotuð. En þið skulu athuga að hættumerki, þetta er bara einungis vísbending og þó að séu til staðar 1, 2, 3 hættumerki þá þarf það ekki að
að vera að áhættumat eigi að hækka eða lækka, heldur eru þetta einungis vísbendingar og þetta getur alltaf átt sér eðlilega skýringar. Það eru náttúrulega þið sem tilkynningaskyldir aðili sem að kannski myndu þekkja betur hvenar þetta er raunveruleg hættumerki og hvenar ekki. Það þarf að meta þetta með heildrænum hætti. Það eru, ég ætla bara að sýna ykkur þetta, ég ætla ekki að fara að lesa allt upp, en þetta er inn á þessum heimasíðum sem ég sýndi ykkur á, bæði hjá ríkisskattstjóra og FME og svo hjá dómsmálaráðuneytinu. En notkun reiðufjár er alltaf hættumerki. Þetta snýst svolítið svona að þekkja viðskiptavin sinn og hegðun hans. Þetta er kannski öðruvísi í fasteignaviðskiptum, það eru kannski einskiptis viðskipti þar sem við þekki ekki viðkomandi aðila, en þið hafið samt samanburð með við aðra viðskiptavini. Þannig að hvað er óvenjuleg hegðun? Til dæmis hefur hann engan á að skoða fasteign, hefur hann engan á að lækka verðið, er greitt í reiðufé eins og ég sagði hann, það er alltaf hættumerki. Svo er alltaf hættumerki þegar er ræða aðila frá þessum áhættusömu ríkjum. Það er alltaf hættumerki þegar er ræða aðila sem er brotamaður. Og það er ekki verið að gera þá kröfu að þið séu með einhverja skrá frá lögreglunni, heldur er verið að tala brotamenn sem eru kannski þekktir frá fjölmiðlaumfjöllun og annað slíkt. Vill viðskiptavinur bara drífa viðskiptin af án ástæðu? Er hann að forðast persónuleg tengsl? Eru þau óvinnileg með tillit til aldurs? Hættir hann við viðskipti ef að þið spurðið hann einhvað tengt AML, ætlið að framkvæma áreiðanleikanum? Hættir hann þá bara við? Þekkir hann þessar reglur of vel? Það getur verið hættumerki. Ekki nema að hann sé einhverju ykkur. Er hann að framkvæma viðskipti fyrir þriðja aðila en vill ekki gefa hann upp? Og hættir hann við viðskipti ef að neitað er að greiðsla fari til þriðja aðila eða annað slíkt? Varðandi þjónustu lögmanna þá er þetta oft þessi sömu hættumerki. Það er varðandi viðskiptamannin, þekktur brotamaður, hann hefur stöðu sakbornings við lögreglu, hann hefur tengslið þekkta brotamenn. Og varðandi lögmenn, þá náttúrulega getur alveg verið einhver lögmaður sem 100% af viðskiptavinnum hans falla undir þetta. En hvað þýðir það? Viðkomandi lögmaður tekur bara að sér sakamál á hann að hætta með alla viðskipta, þetta þýðir það náttúrulega ekki. En það þýðir það að hann þarf að gæta aukina varúðar gagnvart þessum aðilum. Hann náttúrulega fær greitt frá ríkinu í flest öllum tilfellum vegna slíkra aðila. En ef það er einhver önnur atriði, eða eitthvað snýr að fjárvörslureikning lögmanna, er viðkomandi að biðja einhver eignaumsýslu eða er hann að biðja að selja fasteign annað slíkt, þá þarf að hafa náttúrulega gæta meiri varúðar gagnvart slíkum aðilum. Óskar hann eftir því að upphæð sé skipt niður, þannig að raunverulega hún veki síður grunsemd. Er hann með eitthvað óvirkt félag sem er með gríðarlega háar fjárhæðir á bakvið sig? Hættir hann við viðskipti þegar þið farið á athugi með hann, spyrja hann spurninga? Þannig að þetta er svolítið svona common sense, þessi hættumerki. En ég hvet ykkur endilega til þess að skoða þetta. En það er náttúrulega þið eru meiri sérfræðingar kannski í þessu heldur en við varðandi ykkar viðskiptavin. Eins og ég sagði áðan, þá er þetta inn á þessum heimasíðum sem ég sýndi ykkur áðan. Svo fann ég þessar, það var bara með Google AML Red Flags. Þannig að það er alveg, þetta er náttúrulega gert náttúrulega í öllum aðildarríkjum FATF, þannig að það er alveg hellingur efni til. En það er leiðir sem eru til þess að greina
ávinning af refsiverðri háttsemi er að bara þekkja viðskiptavin sinn, framkvæma áreiðanlega könnun, framkvæma auknar álega könnun þegar er að ræða reiðufé, kanna uppruna fjár, ef það er eitthvað óljóst og óskapra eftir upplýsingum og hafi verið grunn tilkynna til SFL, en þeir koma betur inn á það eftir. Guðmundur og Eggert. Næst ætla ég að fjalla alþjóðlega þvingunaraðgerðir og koma aðeins inn á það af hverju ég er að fjalla það við ykkur. En lög framkvæmd alþjóðlega þvingunaraðgerða eru síðan 2008. Þeir kannist örugglega við þetta bara, þeir sem þekkit ekki vel, kannist við þetta alltaf bara á fréttunum. Þeir eru með eitthvað viðskiptabann eða olíuútflutningsbann eða vopnasölubann eða annað slíkt. Þetta getur verið að tilgangurinn með þessu er að stuðla frið og öryggi í heiminum. Þetta getur verið þvingunaraðgerðir sem eru framkvæmdar af öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og svo líka ESB. Þetta getur verið varðandi ríki, þetta getur verið varðandi einstaklinga og þetta getur verið varðandi hópa, ISIS og Al-Qaida og fleiri. Þessar þvingunaraðgerðir eru innleiddar með reglugerðum. Þegar ég leitaði síðast ára 133 í gangi og það er yfirleitt er þetta stuttur texti en svo kemur fram texti sem á innleiða og það getur verið mjög langur texti með nöfnum viðkomandi aðila. Og bankar eru með bara kerfi þar sem að nöfnin poppa upp. Það er ekki verið ætlast til þess að aðrir aðilar séu með slíkt kerfi. Þessi lög, það er raunverulega svo kallar tafarlausa innleiðingu. Þannig að frumtexti birtur og svo bara einungis eða vísa bara til hans. Þetta getur verið birt á vefsíðu utanríkisráðuneytisins og það telst engu að síður lögmæt birting af því að þetta þarf að gerast svona. Þið getið fengið upplýsingar þetta á vefsíðu utanríkisráðuneytisins. Svo er aðlisti varðandi öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Besta vefsíðan finnst mér þessi frá ESB. Þetta er bara þá ferð inn í viðkomandi land og þá fara upplýsingar aðila og bara raunverulega hvað er í banni. Er þetta vopnasölubann eða er þetta viðskiptabann eða hvað er í hverju landi fyrir sig. Þetta er mjög aðgengileg heimasíða þar. En kom upp aðili í leit eru allar líkur á að hann sé á þessum lista og til að ganga úr skuggum slíkt er að fara í íslensku reglugerðina og kanna máli eða hafa samt utanríkisráðuneytið eða eftirlitsaðila. Gildissvið laganna er þannig að það er öllum skylt að hlíta þessum þvingunaraðgerðum. Það er öllum skylt að tryggja það að þær náðu fram að ganga, eiga ekki í viðskiptasamböndum og tryggja að skráðir einstaklega komast ekki til landsins og veita þeim ekki þjónustu og annað slíkt. Það hvílir almenn tilkynningarskylda á öllum aðilum, þar segja og veita upplýsingar og greiða fyrir framfylgni þvingunaraðgerða. Þetta hefur ekki, ég veit ekki til þess að þetta hafi verið notað mikið í Íslandi eða hefur komið oft upp á Íslandi. En ástæðan fyrir að við erum að fara yfir þessu lögum ykkur er svo að núna og enn og ný gerði FATF athugasemdir við löggjöf hér á landi og það gerði athugasemdir við þessi lög númer 93 frá 2008 og þeir sögðu að það er að gera úrbætur varðandi frystingu. Þannig að núna er frumvarp til laga frystingu fjármuna og skráningu aðila á lista við þvingunaraðgerðir í tengslu við fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingar vopna. Þetta er stutt og þjált nafn. Þetta er búið að fara í fyrstu umræðina og er bara núna væntanlega eins og öll önnur mál fast nefnd. Þessi lög eiga við alla tilkynningarskylda aðila. Það er að segja, ef að
slíkur aðili poppar upp í viðskiptum við ykkur, þá eigið þið að frysta fjármuni sem hann er búinn að afhenda ykkur. Því að tilkynna eftirlitsaðila og utanríkisráðuneytinu þessa frystingu, og varslan er hjá ykkur á fénu eða málverki eða hvað sem þetta er, og það er ekki skaðabótaskylda ef að frystingi fer fram í góðri trú. Þetta, samkvæmt lögunum, þá er þetta bara svipað eins og lögum aðgerðir gegn peningaþvætti, að þetta er mismunandi eftir aðilum. Þannig að bankarnir þurfa að hafa eitthvað kerfi, meðan að tilgangsskyldir aðilar hjá okkur, þeir þurfa að hafa bara innlega ferla og aðferði til þess að meta þetta. Þeir þurfa að kunna að leita að þessum mönnum. Þetta geti náttúrulega verið inn í verkferlum varðandi áhættumatið. En sé staðfest að viðkomandi sé á svona lista, þá þarf að frysta fjármuni, koma við fyrir fjármagnsflutninga, tilkynninga eins og ég sagði áðan, og varsla. Þannig að það er ekki mikla líkur að koma til þess, en þetta er unnvöldlega, þið þurfið samt að þekki þetta, þú veist, að geta vita hvaða þjóðir eru þarna að ræða og þá með athuga með viðkomandi aðila. Brot gegn þessum lögum 93/2008 eru sektir eða fangelsi, og brot gegn nýju lögunum eru dagsektir, stjórnvaldssektir og viðurlög eru birt opinberlega. Utanríkisráðuneytið mun halda skrá yfir alla frysta fjármuni og sem verður frystur á þeim grundvelli sem að lagana. Næst ætla Guðmundur og Eggert frá héraðssaksóknara að fjalla rannsóknar og tilkynningarskyldu, nema að ég ætla að byrja á því að stöðva þessa upptöku. Góðan daginn, ég heiti Guðmundur og starfa skrifstofu fjármálagreiningar lögreglu. Hann Eggert sem er á endanum starfa það líka. Við erum 5 sem störfum þar og eitt af okkar megin hlutverkum er að taka við tilkynningum frá tilkynningarskyldum aðilum vegna gruns peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka og meta þær og vinna úr þeim. Við ætlum að fara hérna aðeins yfir svona fljótt rannsóknar og tilkynningarskyldu. Samkvæmt lögunum að þá er þetta í raun og veru bara einfallega svona að það ber að tilkynna öll grunnsamleg viðskipti og fjármuni sem að grunur er að megi reka til refsiverða háttsemi, og þetta á jafnframt líka við þó að viðskiptin á ekki fram að ganga. Það eru oft bara mjög gagnlegar upplýsingar og tilkynningar sem okkur hafa borist viðskipti sem hafa ekki gengið upp, sér í lagi þegar að kannski þessir aðilar fara þá bara á næsta og reyna að fá sínu framgengt. En þá náttúrulega er þessi klassíska spurning, hvað er grunsamlegt, og í því samhengi verður náttúrulega að geta þess að tilkynningarskyldur aðili eða þið þekki náttúrulega best eigin starfsemi og hvernig viðskiptahópurinn er samsettur, þannig að áhætta hvers og eins getur verið mjög mismunandi, bæði eftir eðli starfsemi eða líka bara innan sömu starfsemi. Þannig að það er ákveðið mat sem fer fram þar. Í raun og veru bara brjóstvitt. Jafnframt líka eru þessi hættumerki eins og Eiríkur var að tala og svona váþættir sem að hafa verið gefnir út bara í opinberu efni. Það er mikið efni sem hefur komið út núna síðustu vikur og mánuði, og jafnframt líka áhættumat ríkislögreglustjóra sem er í raun og veru gildir fyrir Ísland, og þar er sundurliðun, eða það er að segja ekki sundurliðun heldur umfjöllunin er skipt upp svo eftir starfsgreinum. Þannig að það er ýmsan fróðleik að finna sem er hægt að styðjast við þar. En svona náttúrulega í grunninn er þetta bara
þegar að viðskipti virðast ekki hafa lögmætan tilgang, svo Eiríkur var nú með langa glæru hérna áðan það, og svo náttúrulega bara að eitthvað sé óvenjulegt, og þá náttúrulega kemur það dálítið inn á hvern og einn tilkynningaskyldan aðila, hvað er óvenjulegt í hans starfsemi. Þið væntanlega þekki það betur heldur en ég. En þegar að þessar aðstæður koma upp og grunur kviknar, þá þarf að fara fram athugun, og hún náttúrulega tekur eðlilega mark af þeim gögnum sem tilkynningaskyldur aðili hefur, og það náttúrulega getur verið gríðarlega mismunandi hvaða gögn eru til staðar, og af því leiðir að grunurinn sem ræðir, það er miðað við lægsta stig grunns. Það er ekki miðað við rökstuddan grunn, það er ekki miðað við það að þið þurfið að vita hvert frumbrotið er, heldur það er bara verið að tala þarna lægsta stig grunns. Og ef að þessi athugun á þessum viðskiptamanni og þessum atvikum nær ekki að eyða þessum grunnsendum, að þá er rétt að senda tilkynningu til okkar. Svona bara praktísk atriði, þegar að þessar grunnsendir vakna, þá er gott að hafa það í huga að fara af stað og tryggja þau gögn sem eru nauðsynleg til þess að meta þetta. Það er náttúrulega mjög mismunandi eftir tilkynningarskyldum aðilum hversu gott aðgengi er að gögnum, og í sumum tilfellum eru þetta jafnvel gögn sem að eru bara vistuð í ákveðin tíma og er svo eitt. Sumum tilfellum getur þessi grunur leitt til þess að það þarf að fara í til dæmis aukna áreiðanleikakönnun samkvæmt lögunum, og sömuleiðis gæti þurft að kalla eftir gögnum annar staðar í raun og veru frá tilkynningarskyldum aðila, einhverjum öðrum deildum eða þess áttar ef við erum að ræða stórt fyrirtæki. Sömuleiðis á það við að ef að þessi grunur vaknar vegna viðskipta sem er ekki búið að framkvæma, að þá er nauðsynlegt að fresta þeim meðan á slík athugun stendur yfir ef það er mögulegt. Það er sérstök grein sem fjallar þetta, 22. greinin. Ég mun fara í hana ítarlegra aðeins síðar. En rannsóknarskyldan, hún svona má kannski segja að gagnvart flestum tilkynningarskyldum aðilum er þarna verið að tala atriði sem að hafa þó komið fram eða eru til í áhættumati á viðskiptavinni eða áreiðanleikakönnun sem hefur verið framkvæmt, og þetta er athugun á þeim gögnum sem eru til staðar og leiði þó til mats í lokin. Athugunin hún náttúrulega getur verið á mjög þröngum basis eða hún getur verið mjög víð. Þetta getur verið ein tiltekin færsla hjá viðskiptamanni, eða þetta getur einfaldlega verið allt viðskiptasambandið sem er undir. Allt eftir atvikum hverju sinni. Þannig að þetta er mjög teygjanlegt. Og í þessu samhengi er mjög mikilvægt að sé haft í huga að tilkynningaskyldur aðili skoði öll þau gögn sem að hann hefur tiltæk, bæði upp á það að gera að það getur alveg verið nægjanlegt til að eyða þessum grunn eða koma innri skýringar, auk þess líka sem að þið í raun og veru þekki betur sjálf hvaða gögn eru til staðar til þess að leggja mat á þessi atvik, og ítreka það að það er ekki nauðsynlegt að vita að eitthvað brot hafi verið framið. Það er bara þetta lægsta stig grunns sem er nægjanlegt. Ef að, eins og ég segi, þessi athugun nær ekki að eyða þessum grunn sem er komin upp, þá ber að senda tilkynningu til okkar á skrifstofu fjármálagreiningar lögreglu. Og eins og staðan er í dag, þá er þetta í raun og veru skriflegt erindi sem að helstu svona röksemdir koma fram og lýsing á atvikum. Þetta getur verið allt frá
2 línum og upp í einhverju blaðsjur, bara allt eftir eðlimáls samkvæmt hverju sinni. En það er nauðsynlegt að fá fylgigögn með sem að þessi athugun byggir á, svo við getum lagt sjálfstætt mat á það. Því að tilkynning ein og sér kallar yfirleitt strax á það að það sé óska eftir fleiri gögnum. En vissulega getur að verið svo að ef að til dæmis er að ræða viðskipti sem ekkert verður úr, að það séu bara einfallega afskaplega litlar upplýsingar til, annað en hægt er að setja í skriflegan texta. Þannig að það eru undantekningar að sjálfsögðu frá öllu. Og við höfum jafnframt rekið okkur á það að atvik sem ekki skjallir skipti ekki síðu máli, og þó einkum eins og munnleg samskipti við aðila. Þau eru ekki síðu mikilvæg. Við að varpa ljósi á atvik. En hérna má sjá svona það sem að við myndum gjarnan vilja að kæmi fram. Og ég kemur þetta betur inn á því á eftir, því að eins og staðan í dag þá er engin stöðlun á þessu, en það er verið að innleiða kerfi sem að í raun og veru verður þannig að viðkomandi tilkynningaskyldur aðili loggar sig bara inn í gegnum vefviðmót og fyllir bara út eyðublað sem er tilbúið. En það verður væntanlega ekki fyrir en á næsta ári sem það kemst í gagnið, þannig að þetta er svona dálítið villta vestrið eins og er. En svona í grunninn þá náttúrulega þurfa að vera eins greinagóðar upplýsingar þann aðila og að vera að tilkynna Það er þá náttúrulega nafn, kennitala, fæðingadagur, erlendan aðilar að ræða, sérlega skilríki erlendan aðilar að ræða. Náttúrulega stutt lýsing á því hvað ræðir og nauðsynleg fylgigögn með þá þeim viðskiptum sem er verið að tilkynna og svo náttúrulega viðbótargögn sem ætla að hefði einhverja þýðingu. Svona ýmis bakgrunnsgögn eins og kannski að niðurstöður áreiðanleika könnunar, kvittanir, samningar, fleira þess áttar. Og eins og áður hefur komið fram þá er afskaplega mismunandi hvað hver tilkynningaskyldur aðili hefur af gögnum. Eins og við komum inn á áðan þá er 22. greinin sem fjallar skyldu til að forðast viðskipti, og þar í raun og veru er verið að fjalla það að ef að þessi grunur kemur upp og viðskiptin eru í raun og veru enn í gangi og þá eftir að framkoma þau, þá er möguleiki að það verði farið fram á það að þau verði ekki framkvæmt eða stöðvuð. Þegar að atvik eru með þessum hætti þá náttúrulega er mikilvægt að koma á framfæri tilkynningu til okkar eins skjótt og auðið er, til þess að við höfum sem mestan tíma til þess að grípa inn í eða meta aðstæðu með þeim hætti að slíkt sé ónauðsynlegt og þetta geti þá mögulega gengið í gegn. Í þeim tilvikum sem þetta eru uppi að þá getur tilkynningaskyldur aðili tilgreint einhvern frest, til dæmis sem honum er skylt að framkvæma þessi viðskipti, þannig að okkur sé þá ljóst hvað við höfum að vinna með. En að sjálfsögðu eru undantekningar frá öllu og það er ekki mögulegt auðvitað að stöðva öll viðskipti, eða jafnvel sá sem tilkynnir, hann er bara í þannig stöðu að hann hefur ekki færi á því. En þetta er eitthvað svona sem þarf að hafa í huga. Í langflestum tilfella þá er, kannski eitt í viðbót sem ég myndi vilja nefna hérna með stöðum viðskipta. Það kannski sem er mikilvægast í þessu náttúrulega bara að tilkynningaskyldir aðilar séu meðvitaðir að þetta kemur upp og séu svona búnir að velta því aðeins fyrir sér hvernig ætla ég að taka á þessu til þess að geta þá gripið inn í eða stöða viðskipti, vera svona aðeins búin að hugsa þetta þannig að menn hafi eitthvað bakland til að leita í staðin fyrir að reyna að spinna þetta á staðnum, oft með tíman af kannski afskaplega skortnum skammti, því að viðskiptavinurinn vill gjarnan að allt gangi hratt og örugglega fyrir sig og er kannski fljótt farin að knýja á einhver svör sem að í sjálfu sér er erfitt að veita. Ég kem aðeins betur inn á það svo á eftir. En jafnan þá er þetta nú vegna viðskipta sem er búið að framkvæma og þetta er eitthvað sem kemur upp eftir á.
ekki meðan að þetta er að eiga sér stað. Og þá auðvitað kemur þetta að sjálfsögðu ekki til álita. Hins vegar er alveg ástæða til að tíunda það að þó svo að einhver tiltekinn viðskiptavinur veki upp þennan grun, þá kalla það ekki sjálfkraf á það að allt sem hann geri eða hafi gert eða muni gera sé grunsamlegt. Þetta getur verið bara einhver ein færsla sem ræðir, og það er að sjálfsögðu á ábyrgð tilkynningarskylds aðila að vera sífellt að meta sín viðskiptasambönd og að taka ákvarðanir um það hvaða viðskiptasamböndum skuli viðhalda og hverjum skuli ekki viðhalda. Það er alfarið ykkar ákvörðun. Og ef áhættan er metin mikil, þá náttúrulega sjálfsögðu kemur bara til álita að eftirlitið með viðskiptavinunum sé hærra í samræmi við það. Trúnaður er mjög mikið atriði hvað þetta varðar, og hann gildir bæði hjá okkur á skrifstofu fjármálagreininga og einnig hjá ykkur. Og í 27. grein er sérstakt ákvæði þar sem er lagt blátt bann við því að sá aðili sem að í raun og veru á að tilkynna eða verður mögulega tilkynnt sé látin vita af því, eða einhver annar þriðji aðili. Þetta er svona kannski það sem að reynir mest á þegar að kemur til dæmis að því að forðast viðskipti, því að aðili náttúrulega fer að kalla eftir því af hverju þetta hefur ekki gengið í gegn, en þið sem tilkynningarskyldu aðili er náttúrulega bundin af þessu að megi ekki láta vita. Í praktík er það í raun svo að þegar að við grípum inn í með þessum hætti, að þá er þetta yfirleitt eitthvað sem varir í skamman tíma, og þá jafnvel kannski bara í einhverju örfáa klukkutíma. Þannig að það sé þá hægt að tryggja fjármuni ef þörf er á að haldleggja eða kyrrsetja, eða einfaldlega bara að koma lögreglu í starthólurnar til að hefja formlega rannsókn, og þó oftar en ekki til að finna viðkomandi. En vissulega þarf að þreyja þorran og vera dálítið creative, og við höfum nú oft verið bara að gera það í samráði við tilkynningarskyldu aðila þegar þessi atvik eru uppi. En það er því miður ekki til eitthvað skapalón eða einhver svona fast sem hægt er að segja í hvert og eitt skipti, heldur það þarf svona dálítið að spinna þetta jafn óðum, því hvert og eitt tilvik getur verið mjög mismunandi. En sem betur fer, eins og ég segi, þá er þetta yfirleitt eitthvað sem er að vara í mjög skamman tíma og er ætlað að vera mjög tímabundið úrræði. En alveg eins og þessi trúnaður gildir ykkur, þá gildir það jafnframt okkur hjá skrifstofu fjármálagreininga lögreglu, og þessar tilkynningar sem okkur berast, þeir starfsmenn sem senda þær njóta algjörar nafnleyndar og tilkynningu skyldu aðilarnir eins og unnt er. Þessar tilkynningar, þær fara ekkert lengra, við erum bara í raun og veru eins og læstu kassi, og það hefur engin annar aðgengi að þeim nema við sem störfum þarna á skrifstofunni 5 talsins. Ef að tilkynning er móttekin og skoðuð eftir svona ákveðnum ferlum sem við vinnum eftir og metið sem svo að það þurfa að gera eitthvað meira, þá höfum við mjög víðtækar heimildir til gagnaöflunar frá mörgum sem er skylt að afhenda okkur gögn, og getum því í raun og veru eða höfum mun meiri tækifæri til að sjá heildarmyndina og átt okkur þá á því hvort eitthvað misjafnt sé í gangi. Og ef við metum sem svo að þetta sé eitthvað sem að þarfnist nánari skoðunar, að þá sendum við þessi mál áfram í skýrsluformi. Það er að segja ekki tilkynninguna, heldur við gerum okkar eigin skýrslu þetta efni og sendum það í raun og veru til þess stjórnvalds sem fer með rannsóknarvald í þeim málaflokki. Jafnan er það lögregla eða skattayfirvöld, en gæti til dæmis líka verið fjármálaeftirlit. Þeir meta svo sjálfur eða sjálf hvort að það eigi að fara í formlega rannsókn. Þannig að það sem við gerum á skrifstofu fjármálagreininga lögreglu er ekki rannsókn svona í þessum formlega skilningi,
heldur svona greining eða skoðun og ákvörðun formlega rannsókn liggur hjá öðrum. Í dag þá þetta einfallega bara tölvupósthólf pt@hersag sem að tilkynningarnar eru sendar á ásamt fylgigögnum. Stærri tilkynningaskyldir aðilar eru nú með sínar eigin svona gáttir sem okkur er beint á til að sækja gögn og eru varin með lykilorði og jafnan eru líka þau gögn sem okkur eru send varin með lykilorði. En eins og ég nefndi áðan þá stendur til mikill að bóta í þessu þar sem að við erum byrjuð á því að innleiða þetta kerfi sem heitir GoAML og er notað í flestum ríkjum Evrópusambandsins í þessum tilgangi og þá í raun og veru verður þetta bara í gegnum vefþjónustu og tilbúið eyðublað sem er fyllt út og sendt inn með fylgigögnum og stærri tilkynningaskyldir aðilar geta fengið meiri sjálfvirkni og einfallega bara ítt á hnapp í sínum kerfum og öll nauðsynleg gögn fara til okkar í okkar gagnagrunn. Jafnframt líka að þá eru öll samskipti og annað þess háttar, þau verða ekki í tölvupósti heldur í gegnum þetta kerfi sem að er mjög öruggt þannig að það utanumhaldi verður alltaf á einum stað í staðinn fyrir á mörgum stöðum eins og það er í dag. Þannig að það þarf þú ekki að fara að leita einhverjum tölvupóstum eða annað þess háttar heldur málið inn í kerfinu verður opið þeim sem sendi það inn. Ég vil svo kannski í lokin hérna benda á þessa heimasíðu sem að mögulega nú komið fram hjá Eiríki en þarna má finna ýmislegt fræðsluefni eins og til dæmis vegna váþátta og annað þess háttar og hlekki á fjármálaeftirlitið og annað það sem er umfjöllun peningaþvætti sem slíkt. En að öðru leyti þá er ég svona búinn að fara yfir þetta svona í grófum dráttum hvernig þetta ferli er þegar grunur vaknar og hvernig ætti að koma þeim grunsemdum á blað og þá til okkar til skoðunar. Þannig að er einhver með spurningar varðandi þetta? Það náttúrulega má kannski geta þess líka að þetta efni hér er tekið upp og verður gert aðgengilegt síðar fyrir sem sagt aðra sem að sá sér ekki fært að mæta eða sömulegis ykkur eða viljið skoða þetta eitthvað betur. En ef það er engar spurningar, voruð þið með eitthvað meira eða? Já. Þannig að ríkisskattstjóri þarna með netfang sem var hægt að senda á til að fá upplýsingar varðandi eftirlitið og svo náttúrulega eru við með pt@hersag sem við tökum á móti tilkynningum og 44400200 er síminn hjá okkur. Við fáum iðulega til okkar fyrirspurnir og reynum eftir bestu getu að sinna þeim ásamt öðrum verkefnum því að þetta er náttúrulega bara samvinna okkar allra. Já. Já. Já, ég ætla kannski bara að fá að slökkva upptökunni því að þetta er í raun og